Heiðursfélagi IBA, Hermann Sigtryggsson, bæjarstjóri, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, íþróttafólk og góði gestir. Ég hugsaði áðan þegar ég labbaði hérna glæsilega sal að það er ekki rosalega mörg ár síðan að þessi hátíð fór fram á fjölum íþróttahúsa. Það sem áhorfendur sátu á svona háum trébekkjum og hljóðkerfi var úr félagsmiðstöðinni. Þannig að tímandi breytast og hér auðvitað eigum við að vera í svo glæsilega sal, í svo glæsilega húsi og íþróttafólki okkar á ekkert minna skilið. En ég heiti Geir Kristinn og formaður IBA. Þetta var svolítið sérstakur dagur í dag og gær þar sem við fengum stöðugar afbókanir eða fólk að afboða sig vegna COVID. Það er nú svo að bærinn sé bara falleg svo spilaborg núna. Þannig ég veist að flestir sem ekki í einangrun eða sóttkví séu hér í dag. En af þessum ástæðum þá ákváðum við í dag að streyma þessum viðburði. Þannig að nú tækifæri að rífa upp símann og senda póst eða skilaboð á vin og kunningja og segja þeim að fara inn á fésbókarsíðu Akureyrarbæjar eða IBA og horfa á viðburðinn. Og sérstaklega auðvitað einhverju sem tilnefndur sem er fastur heima, sem eru nú nokkrir veit ég. Endilega sendið skilaboð á þau að þið viti ekki af þessu. Þannig að þessu er streymt á YouTube. En nú er enn eitt viðburðaríka íþróttárið að baki hér í bænum og með öllum sínum sigrum og töpum og gleði og sorg. Og við Akureyringar getum mjög vel við unnað þegar við horfum tilbaka yfir síðasta ár og skoðum alla þá sigrar sem við unnum í jafnt einstaklings sem liðakeppnum. Og sem fyrir þá hefur það verið gríðarlega ánægjulegt að fylgjast með því frábæra og faglega starfi sem er unnið innan íþróttafélagana hérna í bænum. En það hefur að mestu leyti að miklu leyti snúist það síðustu 2 ár að halda starfinu uppi þrátt fyrir að iðkendur hafa ekki mátt koma saman til æfinga og keppni vegna heimsfaraldurs. Og þessi vinna félagana hefur verið gríðarlega mikilvæg og ekki síst ef svo fer að faraldurinn muni leiða af sér brottfall ungmenna úr íþróttum. En það er okkar hlutverk að lágmarka skaðann í þeim efnum og vonandi þá endurheimta þá sem að heltast úr lestinni. Sama gildir afreksíþróttafólki okkar. Það hefur oftar en ekki þurft að hægja á sér í metnaðarfullri leiðsinni að sínum markmiðum. Ég sagði þetta fyrir ári síðan að við sæjum ljós við enda gangana. Göngin voru aðeins lengri en ég hélt þá. Og ég sagði reyndar að þetta síðasta ár yrði áskorun og mikilvægt að við sýndum áfram ábyrgð og samstöðu og fyndum lausnir og það er óhætt að segja að það hafi komið á daginn. Það að halda upp í starfi íþróttafélags í þessu ástandi er gríðarleg áskorun og kostar ekki aðeins fórnir og útsjónarsemi heldur einnig fullt af peningum. Og mig langar að hrósa ykkur sem að haldi utan um rekstur ykkar félags sérstaklega fyrir frábært starf. Nú að þessum sökum þá er mikilvægt að yfirvöld styðji við baki á íþróttafélögunum í landinu og ég veit fyrir víst að nú í gangi samtala milli ISÍ og ráðherra frekari fjárstuðning til íþróttafélaga á Íslandi og væntum við góðra frétta í þeim efnum á næstu dögum. Íþróttafélögin þurfa nauðsynlega stuðningi til að halda út í sínu starfi enda þreytist ég aldrei á að segja að íþróttir eru besta forvörnin í íslensku samfélagi. Nú satt best að segja reikna ég ekki með því núna ári síðar að við værum ennþá eiga við fjöldatakmarkanir og aðrar hindranir vegna COVID en núna er ég alveg sannfærður að við erum að loka metrónum í þessum leiðindum og bjartari tímar eru framundan. En íþróttir eru ekki bara frábær forvörn, þær eru bara lífið og það stytt okkur stundir á erfiðum tímum og sem betur fer þá rekur hver stór viðburður en annan þessa dagana. Frábæru Evrópumóti í handbolta var að ljúka og þar sem við Íslendingar vöktum mikla athygli ekki bara fyrir handboltalega getu heldur bara fyrir karakter og hvernig við brugðumst við því ótrúlega mótlæti sem að liðið mætti. Og framundan eru svo vetrarólympíuleikarnir í Peking, þeir hefjast á morgun og þar eigum við Akureyringar heil 20% íslensku þáttakendana. En það er Ísak Stíansson Petersen úr skíðafélagi Akureyrar sem er 1.5 fulltrúi Íslands.
en hann keppir í sprettgöngu og einmitt einn tilnefndara hér í dag. En eins og víða í okkar samfélagi þá misjafn sauður í mörgu fé og íþróttahreyfingin því miður ekki undanskilin þegar að kynferðisbrotamál annars vegar. Hér á ferðinni vágestur sem að við í íþróttahreyfingunni eigum að leggja okkur öll fram við að útrýma. Því afar mikilvægt að öll íþróttafélög séu með reglur, verkferla og eftirlit í lagi og þar standa dyr okkar hjá IBA og ISÍ ávallt opnar þegar kemur að því að aðstoða við gerð siðareglna, verkferla og alls annars sem hjálpar okkur að losna við þennan óþverra úr heimi íþrótta. Nú, eins og ég segi sem fyrr, þá íþróttalífið hér í bænum í miklum blóma. Íþróttalífið á Akureyri einkennist af gríðarlegri fjölbreytni og innan IBA eru íþróttafélögin 21 talsins, þar sem stundaðar í kringum 50 íþróttagreinar, sem ótrúlegt í 18.000–19.000 manna bæ. Og það þess vegna ótrúlega mikill heiður fyrir ykkur sem annarkvort eru tilnefnd sem íþróttafólk bæjarins eða valin sem afreksefni Akureyrarbæjar að vera í þessum sporum og mig langar að óska ykkur sérstaklega til hamingju með það. Nú, sameiningar félaga á Akureyri eru líkt og síðastliðin 2, 3, 4 ár hugleiknar okkur hjá IBA og fulltrúum Akureyrarbæjar, enda gengur íþróttastefna bæjarins og IBA meðal annars út á sameiningar félaga og að Akureyri séu stærri, færri og faglegri íþróttafélög. En sameiningar íþróttafélaga eru langhlaup og þó lítið hafi orðið úr sameiningum enn, þá töluverð vinna í gangi á bak við tjöldin. En við erum samankomið hér í dag til að heiðra íþróttafólk og einstaklinga sem hafa starfað í þágu íþrótta. Enda mættu íþróttafélögin sín lítils ef ekki væri fyrir alla þá frábæru sjálfboðaliða sem starfa bak við tjöldin. Við munum verðlauna það íþróttafólk sem hefur skarað fram úr í íþróttum á Akureyri árið 2021 og þá má með sanni segja að það sé mikill og stór heiður að vera krýndur íþróttakarl og íþróttakona Akureyrar, enda samkeppnin feikilega hörð. Nú þá mun afrekssjóður Akureyrar veita styrki til afreks íþróttaefna, en það eru efnilegir einstaklingar sem að taldir eru að geta náð mjög langt og orðið jafnvel bestir í sinni grein. En þar að ræða 200.000 krónur á mann til 10 einstaklinga, 5 af hvoru kyni og svo verður tilkynnt 5 efstu aðilanna af hvoru kyni í kjörinu íþróttamann Akureyrar 2021 og sigurvegararnir krýndir. Nú ferlið í kringum íþróttamann Akureyrar þannig að stjórn afrekssjóðsins, hún velur 10 efstu einstaklingana af hvoru kyni úr hópi þeirra sem eru tilnefndir af íþróttafélögum innan IBA og svo kosið á milli þeirra. Þeir sem hafa kosningarétt eru stjórn og framkvæmdastjóri IBA, frístundaráð sem nú heitir reyndar fræðslu- og lýðheilsuráð, forstöðumaður íþróttamála hjá Akureyrarbæ, starfsmaður ISÍ á Akureyri og þeir fjölmiðlar sem fjalla íþróttir á Akureyri. Og þessu sinni voru það 17 aðilar sem skiluðu inn atkvæðum. Kosningin fer þannig fram að 10 efstu af hvoru kyni fá stig frá hverjum kjósanda og við notumst við eins konar Eurovision stigagjöf, það að segja 12 stig fyrir efsta sæti, 10, 8, 7, 6 og niður í 1. Og 5 efstu einstaklingum af hvoru kyni svo gert hátt undir höfði með peningaverðlaunum. Þau sem verða í 4. og 5. sæti fá 200.000 krónur hver. 3. sæti gefur 250.000, 2. sæti 350.000 og íþróttakarl og íþróttakona fá svo 500.000 krónur hvort frá afrekssjóði. Það þýddi mikils að vinna þó að nafnbótin sé auðvitað sem allt snýst um. Nú smá söguskýringar að íþróttamaður Akureyrar var fyrst kjörinn árið 1979 þegar Gunnar Gíslason hlaut þetta sæmdarheiti fyrir handbolta og fótbolta. Þannig að þetta í 43. sinn sem að við lýsum kjörinu. Og alls hafa 26 einstaklingar hlotið sæmdarheitið, oftast allra fasteignasalinn og fyrir júdókappinn Vernharð Þorleifsson eða 7 sinnum. Nú síðastliðin 2 ár hafa svo sömu einstaklingar hlotið heiðurinn íþróttakarl og íþróttakona, en það voru þau Aldís Kara Bergsdóttir, listhlaupa
drottning og Viktor Samuelsson kraftlyftingakappi. Þau voru krýnd fyrir árin 2019 og 2020. Nú að þessu sinni voru það 12 aðildarfélög IBA sem að tilnefndu alls 32 íþróttamenn úr sínu röðum, 15 konur og 17 kalla. Og mér langar að lokum að þakka ykkur forystufólki og sjálfboðaliðum íþróttafélagana og íþróttahreyfingarinnar hér á Akureyri fyrir þeirra ykkar gríðarlega mikilvæga framlag til íþróttastarfsins. Þá vil einnig þakka þjálfurum íþróttafólksins fyrir þeirra framlag sem og aðstandendum sem oftast eru mikilvægustu bakhjarlar afreksfólksins okkar. Þá vil ég færa undirbúningsnefnd þessa viðburðar sem nánast öll lögst í COVID reyndar. Ég held að sé eina eða tveir eftir. Fyrir þeirra góðu störf sem og styrktaraðilum okkar og sérstaklega vil ég þakka listakonunni Guju Nóa. Hún málar hérna dýrindis málverk sem að verða afhent sigurvegurum. Og óska þeim sem að heiðru verða hér í dag innilega til hamingju og takk fyrir ykkar framlag til íþrótta á Akureyri. Að þessu sögðu vil ég biðja formann KA, Ingvar Gíslason, að taka við stjórnardömunum. Hann gerði þau mistök fyrir 2-3 árum að standa sér svo hrikalega vel í að stýra þessu að hann æviráðinn. Þó enda vitið ekki hann þá. En ég sé hátíðin að setta, gleðilega hátíð og gerðu svo vel Ingvar. Heiðursfélag IBA, bæjarstjóri, Geir Kristinn, þakka þér traustið og góðu gestir veriði hjartanlega velkomin á einn glæsilegasta viðburð í íþróttalífi okkar Akureyringa, gleðilega hátíð. Nú okkur ekkert að vanbúnið að hefja þessa glæsilegu veislu. Nú ég átti ekkert endilega von á því fyrir ári síðan að við værum hér enn árið 2022 að ræða sóttvarnaráðstafanir, en það vissulega veruleikinn og líkt og fyrir 12 mánuðum síðan eru sóttvarnaráðstafanir hafðar í hávegum. Við erum þó á ögn betri stað og getum boðið öllum gestum að vera viðstaddir viðburðinn, en biðjum ykkur að hafa í huga að nota grímur og gæta að persónubundnum sóttvörnum. Nú þá biðjum við gesti sem að sitja í sömu sætaröð og verðlauna- og viðurkenningahafar að sýna tillitssemi og standa upp þegar að viðkomandi aðilar þurfa að koma hér upp á sviðið. Nú dagskráin í dag hefðbundin og sjá má hér á skjánum. Við heyrum ávarp formanns fræðslu- og lýðheilsuráðs, veitum viðurkenningar og lýsum kjöri íþróttakarls og konu Akureyrar 2021. Nú eðlilega það íþróttafólkið okkar sem verður í kastljósinu í dag og við Akureyringar erum það lukkuleg að geta státað af afburða íþróttafólki sem mörg hver hafa komist í fremstu röði í sínum íþróttagreinum. Nú ekki síður eigum við öflugu íþróttalífi því að þakka að ungt og efnilegt íþróttafólk hreinlega finnst í bunkum hér á Akureyri. Nú áður en lengra haldið vil ég nefna og tel að ég tali fyrir hönd íþróttahreyfingarinnar á Akureyri að við kunnum Akureyrarbæ, atvinnulífinu og stuðningsfólki þakkir fyrir mikilvægan og góðan stuðning við íþróttahreyfinguna, hvort sem það með beinum fjárhagslegum stuðningi eða einfaldri hvatningu á keppnisvellinum. Nú þessi hátíð nýtur til að mynda sérstaks stuðnings frá nokkrum flottum fyrirtækjum. Þau eru Ferðaskrifstofa Akureyrar, Bílaleiga Akureyrar, Guja Nóa málverk, Röfn 23, Greifinn, Strikið, Hamborgarafabrikan, Lemon og Sportver. Nú þá bið ég velkomin á svið Evu Hrund Einarsdóttur sem að flytur ávarp formanns fræðslu- og lýðheilsuráðs. Gjörðu svo vel. Heiðursfélagi IBA, bæjarstjóri, formaður IBA, hátíðarstjóri, kæra íþróttafólk og aðrir góðir gestir. Gleðilega hátíð. Það einstaklega ánægilegt að vera með ykkur hér í dag og hrósa sigrum og afrekum okkar frábæra íþróttafólks.
Auðvitað hefur síðastliðið ár litast af COVID-19 en sem betur fer hafa æfingar að mestu leyti haldið sér og fleiri keppni farið fram en árið á undan. Þó er óhætt að segja að íþróttafólki okkar þarf ennþá að takast á við mótbyr og áskoranir vegna faraldursins. En Geir sagði hér í fyrra að ljósi væri við endagangana, hann var nú ekki sannspár þá, en ég vona að við séum sannspá því núna að ljósið sé rétt handan við hornið. En ég vil líkt og í fyrra hrósa íþróttahreyfingunni fyrir æðruleysið og þrautsegjuna að laga sig að síbreytilegum aðstæðum reynir á, en þið hafa gert það svo vel að eftir er tekið. Mikið hefur rætt íþróttamannvirki á síðasta ári og ekkert launungamál að hluti bæjarbúa telur að við þurfum að gera mun betur á því sviði og bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar ef marka má þjónustukönnun sem Gallup gerði seint á síðasta ári. Í samanburði við önnur sveitarfélög ver Akureyrarbær þó verulegu fjármagni til íþróttamála og þegar þröngt er í búi þarf að horfa í hverja krónu, en leið verðum við að spyrja okkur hvernig getum við þó gert betur þannig að það sé okkur öllum til sóma. Því það er svo sannarlega vilji til þess að gera vel og við viljum halda áfram að vera þekkt sem íþróttabærinn Akureyri. Uppbyggingarskýrsla íþróttamannvirkja var samþykkt árið 2020 í bæjarstjórn og síðustu misseri höfum við unnið eftir henni. Verkefnum er hrint í framkvæmd hvert og eftir öðru og það var til að mynda virkilega ánægilegt að vera viðstödd vígslu á glæsilegri aðstöðu siglingaklúbbsins Nökkva síðasta sumar, en aðstaðan á eftir að skipta sköpum fyrir félagið og húsið sjálft er mikil bæjarprýði. Fyrir dyrum standa verulegar endurbætur á aðstöðunni í skautahöllinni og er gert ráð fyrir að þeirri framkvæmd verði lokið á þessu ári. Í desember síðastliðinn var undirritað uppbyggingarsamkomulag við knattspyrnufélag Akureyrar á KR-svæðinu stendur til að stórbæta aðstöðuna fyrir knattspyrnuiðkendur en samningur Akureyrarvöll rennur út árið 2024 og erum við bæjarfulltrúar á því að því svæði sé betur fallið til uppbyggingar íbúða þjónustu sem á fólksvangs. Nú styttist í að gildandi íþróttastefna Akureyrarbæjar renni út. Og vil ég nota tækifæri að segja frá því að vinna við nýja stefnu er að hefjast, en nú verður stefna íþróttamála hluti af svokallaðri lýðheilsustefnu og er ég mjög spennt fyrir þeirri vinnu. Áramótin síðustu stóð til að koma af stað frístundastrætó og var búið að leggja heilmikla vinnu í verkefnið. Því miður barst bara eitt tilboð í verkið og það var langt fram yfir kostnaðaráætlun. Því var okkur ekki unnt að hrinda því í framkvæmd sem mér þykir algjörlega afleitt. Vonandi verður í nánustu framtíð hægt að koma á frístundastrætó því ég held að það muni skipta mjög miklu máli fyrir íþrótta- og tómstundastarfsemi hér á Akureyri, fyrir fjölskyldur og umhverfið. Vil ég þó nýta tækifærið og þakka Þór, Káa og Skautafélaginu fyrir að bregðast skjótt við og bjóða upp á ferðir fyrir yngstu iðkendur sínar á æfingar, en það skiptir miklu máli að við náum að búa til samfellu í skóla- og frístundastarfi fyrir yngstu börnin. Bærinn ákvað að styrkja þau félög sem vilja bjóða upp á akstur og eru 8 milljónir áætlaðar í verkefni á þessu ári og er öllum tómstundaaðilum boðið að sækja hluta af þessu fjármagni að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þið sem stundið íþróttir þekki þá góðu tilfinningu að uppskera árangur erfiðisins. Árangur í íþróttum næst aldrei nema með mikilli vinnu, elju og dugnaði. Að auki er mikilvægt í íþróttum sem og í lífinu sjálfu að missa ekki sjónar á markmiðum sínum. Einar Vilhjálmsson, spjótkastari, var tekinn í heiðurshöll ISÍ ekki alls fyrir löngu. Hann flutti þar ræðu við afhendingu þeirra heiðursviðurkenningar sem að heillaði mig og að því tilefni langar mig að vísa í holl ráð þar sem að hann gaf í þeirri ræðu og það er leikurinn efling hins megnuga sjálfs. Leikurinn lítur að einstaklingsmiðaðri ástundun, jákvæðri endurgjöf, óháð verkefni og óháð getu einstaklingsins.
að við séum alltaf að stefna bætingu eigin sjálfs og það sé bæting þín og bestun sem gerir þig að sigurvera og afreksmanni í eigin skinni. Þetta gerir það að verkum að þeir sem eru í fremstu röð verða ekki þeir einu sem fagni sigri í lok keppni, heldur allir þeir sem hafa bætt sitt eigið sjálf. Ég held að með þessari hugarfarsþjálfun verðum við sem íþróttamenn enn öflugri og leikurinn og ástundinin enn skemmtilegri fyrir fjöldan. En þið sem eru tilnefnd hér í dag berið mikla ábyrgð. Hluti af þeirri ábyrgð felst í því að þið eru fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir. Og get ég sagt með stolti að við á Akureyri eigum frábærar fyrirmyndir á sviði íþrótta. Í undirbúningsvinnu fyrir vali hér í dag var virkilega gaman að fara yfir afrek ykkar og feril og við getum með sanni sagt að við búum í íþróttabænum Akureyri. Öllum má ljóst vera að það eru ansi margir þættir sem hafa áhrif á árangur íþróttamannsins. Þó að mest athygli sé á íþróttafólkinu sjálfu, það sjáum erfiðið og það sé hlutverk þess að skara fram úr þegar á hólminn er komið, þá er að bak við hvern íþróttamann, hvort sem hann er afreksmaður eða ekki, þjálfarar, fjölskylda, aðrir aðstandendur og fjöldinn allur af stuðningsaðilum og sjálfboðaliðum sem oftar en ekki vinna saman sem ein heild. Starfs alls þessa fólks er ómetanlegt og þakkarvert. Þrátt fyrir að ýmsum keppnum hafi verið aflýst á árinu, þá hefur fólk okkar slegið met, unnið titla og við eigum fjölmargt íþróttafólk sem hefur verið valið í landslið í ýmsum greinum. Og eins og fyrri ár leggjum við hjá Akureyrarbæ og Íþróttabandalagi Akureyrar metnað okkar í að veita viðurkenningar og styrki úr afrekssjóði til þess að styðja við bakið á þessu fólki. Vil ég nota tækifærið og þakka félögum mínum í stjórn afrekssjóðs fyrir gott samstarf. En í dag veitum við ekki einungis viðurkenningar þeim sem eru fremstir í sínum greinum, heldur ætlum við einnig að veita heiðursviðurkenningu fræðslu og lýðheilsuráðs. Heiðursviðurkenning er veitt þeim aðilum sem lagt hafa fram vinnu í þágu íþróttamála hér á Akureyri, þannig að eftir er tekið. Á síðasta fundi fræðslu og lýðheilsuráðs tókum við ákvörðun að veita í fyrsta skipti hvatningarviðurkenningu. Sú viðurkenning er veitt þeim sem við teljum vera öðrum hvatning og fyrirmynd á sviði íþrótta með eftirtektarverðum og framúrskarandi hætti. Kæru gestir, mér er sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag og vil ég óska ykkur öllum sem tilnefnd eruð innilega til hamingju. Dagurinn er ykkar. Við erum afar lánsöm að eiga allan þennan fjölda íþróttamanna sem leggur sig fram að ná árangri og alla þessa sjálfboðaliða sem nýta frítíma sinn til að efla íþróttafélögin samfélaginu öllu til heilla. Að lokum vil ég þakka IBA fyrir skipulagningu þessara hátíðar hér í dag. Ég veit að mikil vinna liggur að baki og hér er allt til fyrirmyndar. Megi ykkur öllum farnast vel í framtíðinni og vera ykkur sjálfum, Akureyrarbæ og Íslandi til sóma. Takk. Jæja, þá er komið að því að veita viðurkenningar vegna Íslandsmeistara árið 2021 og ég ætla nú bara að biðja Evu Hrund og Geir Kristín að koma hingað upp, þau ætla að aðstoða við þetta. Það urðu samtals 317 íþróttamenn frá 12 aðildarfélögum IBA Íslandsmeistarar á árinu 2021 og þá áttu aðildarfélög IBA 81 landsliðsmann á liðnu ári. Og ég held að við gefum nú þessu góða fólki bara gott klapp aftur. Þetta virkar þannig að ég les upp íþróttafélögin og bið fulltrúa félagana að koma hingað upp og þetta er viðurkenningar vegna Íslandsmeistaratitla og þetta ætti nú að vera svona það bil í stafrófsröð.
Herðu, það íþróttafélagið Akur, 5 Íslandsmeistaratitlar. Og ég bið ykkur að koma hér, taka við viðurkenningunni og svo erum við með ljósmyndara hérna sem smellir af ykkur skælbrosandi hérna við fána IBA. Og það síðan bílaklúbbur Akureyrar, 9 Íslandsmeistarar. Golfklúbbur Akureyrar, 13 Íslandsmeistarar. Íþróttafélagið Þór, 60 Íslandsmeistarar. KKA, Aksturs íþróttafélag, 2 Íslandsmeistarar. Knattspyrnufélag Akureyrar, 83 Íslandsmeistarar. Nökkvi siglingafélag, 2 Íslandsmeistarar. Skautafélag Akureyrar, 116 Íslandsmeistarar. Skíðafélag Akureyrar, 15 Íslandsmeistarar. Skotfélag Akureyrar, 5 Íslandsmeistarar. Ungmennafélag Akureyrar, UFA, 5 Íslandsmeistarar. Og svo það Hjólreiðafélag Akureyrar, 2 Íslandsmeistarar. Þá það komið, glæsilegt, takk fyrir. Nú, þá komið að 4. dagskrárlið sem að tilkynna hverjir hljóta hvatningaverðlaunin og heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs. Og við byrjum á hvatningaverðlaununum og ég ætla að fá Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra og Evu Hrund Einarsdóttur til að koma hér og aðstoða við það. Nú, hvatningaverðlaun fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Marta Hermannsdóttir, handboltakona úr KA Þór. Hún hlýtur hvatningaverðlaun fyrir framgöngu sína innan sem utan vallar í handboltanum. Með framgöngu sinni hún hvatning og fyrirmynd fyrir aðra á sviði íþrótta með eftirtektarverðum og framúrskarandi hætti. Nú að Marta, hún í einangrun, svo það Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, sem tekur við viðurkenningunni. Nú þá það heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs en hana hlýtur Rúnar Þór Björnsson. Nú, Rúnar Þór Björnsson fæddur 1957. Hann hefur látið mikið að sig kveða í íþróttastarfi á Akureyri í gegnum störf sín fyrir íþróttafélagið Akur og siglingaklúbbinn Nökkva. Innan Akurs hefur hann gegnt mörgum hlutverkum síðan hann gekk til liðs við félagið snemma á 9. áratug síðustu aldar. Fyrst sem keppandi í bogfimi og sundi en síðar og samhliða í stjórn félagsins,
þar sem hann var til að mynda formaður Akurs 1986 til 1987. Rúnar hefur verið lykilmaður við að fylgja eftir og vinna að uppbyggingu og málefnum bogfimiíþróttarinnar innan og fyrir hönd Akurs undanfarna áratugi. Rúnar hefur alla tíð komið mikið að þjálfun bogfimi innan Akurs og síðari ár aðalega fengist við þjálfun barna og ungmenna. Rúnar Þór var formaður siglingaklúbbsins Nökkva 2003 til ársins 2020. Að auki sinnir hann trúnaðar á stjórnunarstörfum innan Siglingasambands Íslands enn þann dag í dag. Sem formaður Nökkva vann Rúnar ómetanlegt starf af mikilli hugsjón. Hann hugsaði stórt og fékk félagið til að hugsa stórt. Barðist fyrir hugsjónum félagsins sem skilaði sér í mikilli framþróun á aðstöðu og búnaði til æfinga og keppni í siglingum á Akureyri. Glæsilegt aðstöðumannvirki félagsins sem var vígt á liðnu ári er merki metnað Rúnars. Rúnar hefur brunnið fyrir, byggt upp og stjórna barnastarfi af ástríðu og metnaði samhliða því að koma að keppnistarfi félagsins í fremstu röð á Íslandi. Til hamingju, Rúnar. Þú ert ekki að fara langt samt. Þá er komið að 5. dagskrárlið en það eru styrkveitingar til afreksefna og ég ætla að biðja Geir, Kristín og Evu Hrund að aðstofa við að veita þær viðurkenningar. Að þessi sinni eru það 10 einstaklingar sem hljóta styrki og ég bið þá að koma hér upp og taka á móti viðurkenningum þegar nöfn þeirra eru lesin. Afrekssjóður styrkir ungmenni sem talin eru með markvissri þjálfun geta skipað sér á bekk með þeim bestu á landsvísu. Styrkur hvers og eins er 200.000 krónur. Og þá hefjum við leikinn og byrjum á Andrea Ýr Ásmundsdóttir, Golfklúbbi Akureyrar. Andrea hefur verið í fremstu röð í sínum aldursflokki síðustu 5-6 árin. Hún mætir á allar æfingar og sinnir aukaæfingum vel, hún er reglusöm og með hollar venjur. Hún hefur sýnt það í gegnum árin að hún er tilbúin til að leggja mikið á sig til þess að ná árangri. Andrea er skipulögð og metnaðarfull. Hún er öllum kylfingum GA ungum sem öldnum góð fyrirmynd og mikilvæg í uppbyggingu á starfi GA. Arnór Ísak Hallsson, knattspyrnufélagi Akureyrar. Arnór Ísak er þrátt fyrir ungan aldur mikilvægur hlekkur í meistaraflokksliði KA í Olísdeild karla. Hann var hluti af U19 ára landsliðinu sem keppti á lokamóti EM síðastliðið sumar. Hann er samviskusamur, æfir vel og er fyrirmynd yngri íþróttamanna. Arnór gefur mikið af sér, er mikill félagsmaður og alltaf tilbúinn að taka sér verkefni fyrir félagið sitt. Ásdís Guðmundsdóttir, KA Þór. Ásdís Guðmundsdóttir, handknattleikskona í KA Þór, er eina lykilleikmönnum í sigursæli liði KA Þór. Hún hefur með árangri sínum unnið sér inn sæti í A-landsliði kvenna og leyst það hlutverk einkar vel. Hún er stórkostlegur karakter sem ýtir liðsfélögum, þjálfurum og öðrum á næsta plan. Ásdís er einkar ósérhlífin, metnaðargjörn og ákveðin í að ná þeim markmiðum sem hún setur sér. Og þetta eru foreldrar hér í umvörpum sem sýnist mér sem er að mæta. Birnir Vagn Finnsson, UFA. Birnir hefur náð gífurlegum árangri síðasta árið og einsett sér að halda því áfram. Hann er mjög einbeittur að því að stunda líferni sem fylgir því að æfa á afreksstígi. Hann er góð fyrirmynd fyrir upprennandi íþróttafólk og hefur góða tilfinningu fyrir tæknilegum atriðum og svarar þjálfum vel. Markmið hans er að ná lágmörkum fyrir Norðurlandameistaramót unglinga í tugþraut. Gefum honum gott klapp. Bjarni Guðjón Brynjólfsson, Þór. Bjarni Guðjón er einn af efnilegustu knattspyrnumönnum Þórs. Á liðnu ári var Bjarni í stóru hlutverki í meistaraflokki Þórs þrátt fyrir að vera aðeins 17 ára gamall og hefur hann verið fastamaður í landsliðshóp í sínum árgangi. Bjarni sinnir æfingum af krafti og leggur mikið á sig sem íþróttamaður. Hann er góð fyrirmynd fyrir yngri iðkendur félagsins og hefur einnig sinnt þjálfun yngri flokka. Gísli Már Þórðarsson, fimleikafélagi Akureyrar. Gísli Már hefur æft fimleika í mörg ár en tók árið 2021
og skipti úr áhaldafimleikum í hópfimleika og hefur þegar náð framúrskarandi árangri. Hann var meðal annars einn af þeim yngstu sem valið var í landsliðshóp og fór til Portúgal í desember, síðastliðnum að keppa fyrir Íslandshönd á Evrópumeistaramóti. Gísli stefnir á að halda landsliðssæti sínu. Hann er duglegur og ákveðinn og leggur mikið á sig til að ná markmiðum sínum. Glódís Edda Þuríðardóttir, KFA. Glódís Edda er ung afrekskona í frjálsum íþróttum. Hún hefur verið í A-landslið Íslands frá 2019 og hefur þegar náð árangri sem er betri en lágmörk. Hún stefnir að þátttöku á HM U20 ára og EM U20 ára á árinu 2022. Glódís leggur sig alla fram við að ná betri árangri í sinni grein. Jóna Margrét Arnarsdóttir, KA. Jóna Margrét hefur verið einn af bestu leikmönnum sinnar stöðu í úrvalsdeild kvenna í blaki. Þetta tímabil þrátt fyrir ungan aldur. Hún hefur afrekað margt með liði sínu og einnig sem einstaklingur. Hún hefur verið fastamaður í unglingalandsliðum síðustu ár og hefur einnig verið valinn í A-landslið. Hún er mikil fyrirmynd fyrir yngri iðkendur í blaki og virkilega metnaðarfull í því að verða betri leikmaður. Kristlaug Eva Víum Elíasdóttir, Þór. Kristlaug Eva Víum er 17 ára körfuknattleikskona í Þór. Aðeins 14 ára steig hún sín fyrstu skref í meistaraflokki og er hún í dag ein efnilegasta körfuboltakona landsins. Þá hefur hún verið valin í landsliðshóp U18 ára sem fer á stórmót sumarið 2022. Hún er gríðarlega jákvæð, orkumikil og vill stöðugt vera að bæta sig í sinni íþrótt. Já, hún tók sem sagt hálfa körfuboltaæfingu og kom síðan hingað í galanum. Vel gert. Nú, síðastur en ekki sístur, Lárus Ingi Antonsson, Golfklúbbi Akureyrar. Lárus Ingi var Akureyrarmeistari 2021, annað árið í röð á 9 mótsmeti. Þá komst hann í úrslitaleik á Íslandsmótinu í holukeppni og var í 3. sæti á Íslandsmótinu í höggleik sem haldið var á Akureyri í sumar. Gott ár skilaði sér með sæti í karlalandsliði GSI 2022. Lárus er reglusamur, duglegur við æfingar og flott fyrirmynd yngri kylfinga. Lárus fer í háskólanám í Bandaríkjunum næsta haust og verður spennandi að fylgjast með þróun hans í golfíþróttinni. Gefum hún gott klapp. Og gefum þeim öllum gott klapp. Þakka ég ykkur fyrir. Nú þá er komið að skemmtilegasta partinum sem er að velja íþróttakonu eða lýsa kjöri á íþróttakonu og íþróttakarli Akureyrar fyrir árið 2021. Nú við höldum okkur við sama fyrirkomulag að taka myndir hér af verðlaunahöfum upp á sviðinu þegar þið takja á móti verðlaunum. Og við ætlum að byrja á því að spila stutta kynningu á 10 efstu tilnefndi voru og byrjum við ekki á 10 efstu tilnefningar til Íþróttakarls Akureyrar 2021 eru Árni Bragi Eyjólfsson, KA fyrir handbolta. Baldvin Þór Magnússon, ÖFA fyrir hlaup, millivegalengdir. Brynjar Ingi Bjarnason, KA fyrir knattspyrnu. Gunnar Aðalgeir Arason, Skautafélag Akureyrar fyrir ísokki. Ísak Stíansson Pedersen, Skíðafélag Akureyrar fyrir skíðagöngu. Ísar Arnar Þorsteinsson, Íþróttafélagið Akur fyrir bogfimi. Jóhann Gunnar Finnsson, Fimleikafélag Akureyrar fyrir hópfimleika.
Lárus Ingi Antonsson, Golfklúbbur Akureyrar fyrir golf. Þorbergur Ingi Jónsson, UEFA fyrir fjallahlaup. Þorlákur Sigurðsson, siglingaklúbburinn Nökkvi fyrir siglingar. Sannarlega glæsilegur hópur. Ég myndi sérstaklega langa mig að geta skautað svona upp brekku á gönguskíðunum. Nú, þá ætlum við að sama skapi að sjá kynningu á efstu 10 íþróttakonum í kjöri til íþróttakonu Akureyrar 2021. 10 efstu tilnefningar til íþróttakonu Akureyrar 2021 eru Aldís Kara Bergsdóttir, Skautafélag Akureyrar fyrir listhlaup. Andrea Ír Ásmundsdóttir, Golfklúbbi Akureyrar fyrir golf. Anna María Alfreðsdóttir, Íþróttafélagið Akur fyrir bogfimi. Arna Sif Ásgrímsdóttir, Íþróttafélagið Þór vegna kvennaliðs Þór Káa fyrir knattspyrnu. Karen María Sigurgeirsdóttir, KA vegna kvennaliðs Þór Káa fyrir knattspyrnu. Katla Björg Dagbjörnsdóttir, Skíðafélag Akureyrar fyrir alpagreinar. Paula del Olmo Gómez, KA fyrir blak. Rakel Sara Elvarsdóttir, KA vegna kvennaliðs KA Þór fyrir handbolta. Rut Jónsdóttir, KA vegna kvennaliðs KA Þór fyrir handbolta. Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir, UEFA fyrir hlaup, millivegalengdir og langhlaup. Ég ætla að nota tækifæri og þakka N4 fyrir þeirra framlegi gerð þessa glæsilega kynningamyndbands. Ég ætla að biðja þá Ásthildi Sturludóttur og Geir Kristinn, sem þegar komin á sviðið, að veita verðlaunin. Við byrjum á 5. sæti karla og ég bið viðkomandi íþróttamann að ganga hér upp þegar lesturinn hefst. Verðlaun fyrir 5. sætið hjá körlum og konum eru 200.000 úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndu frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa og gjafabréf frá Lemon. Í 5. sæti íþróttakarl Akureyrar, Þorbergur Ingi Jónsson, UEFA. Þorbergur Ingi hefur verið í fremstu röð íslenskra langhlaupara undanfarin ár. Hann hefur náð afburða árangri í fjallahlaupum og er langstigahæstur íslenskra karla á styrkleikalista ITRA. Þorbergur Ingi sigraði Esjumarathon 46 km, Hengil Ultra 52 km, fyrstur Íslendinga í Laugavegshlaupinu, sigraði Súlur Vertikal 55 km hlaup og North Ultra 56 km. Þá er hann í landsliðinu í utanvegahlaupum og var valinn utanvegahlaupari ársins 2021 hjá FRI. Ég gefa honum gott klapp. Og þá er það 5. sæti kvenna. 5. sæti kvenna
Paula del Olmo Gómez, blaðkona KA. Paula átti frábært tímabil með KA síðasta vetur. Hún skoraði flest stig í Mizuno-deildinni eða 351 stig og var einnig ein af þeim efstu í móttöku og blokkstigum. Hún leiddi lið KA í úrslitaleik Kjörisbikarsins þar sem liðið hlaut silfur. Þá var hún í 3. sæti í Íslandsmótinu í strandblaki. Gefum henni gott klapp. Nú þá er það 4. sæti karla. Verðlaun fyrir 4. sætið eru 200.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa og gjafabréf frá Hamborgarafabrikunni. Og við byrjum á körlunum í 4. sæti karla. Árni Bragi Eyjólfsson, handklæðningsmaður KA. Árni Bragi var besti leikmaður KA tímabilið 2020-2021 í Ólísdeild karla. Hann fór fyrir liðinu sem komst í fyrsta skipti í úrslitakeppni síðan 2005. Hann var valinn besti leikmaður Ólísdeildarinnar og rakaði að auki til sín verðlaunum á uppskeruhátíð HSÍ, en hann var markakóngur deildarinnar og valinn besti sóknarmaðurinn, hlaut háttvísisverðlaun HSÍ og Valdimarsbikarinn. Nú þá er það 4. sæti kvenna. 4. sæti kvenna, Rakel Sara Elvarsdóttir, handklæðningskona KA Þór. Rakel Sara er aðeins 18 ára gömul. Hún átti stórkostlegt tímabil með KA Þór sem landaði öllum 4 stóru titlunum sem í boði voru. Íslandsbikar og deildarmeistarar ásamt því að vera meistarar meistaranna. Rakel var valinn efnilegasti leikmaður Ólísdeildarinnar 2021 og var valinn í fyrsta skiptið í A-landslið Íslands í lok árs 2021. Þá fór hún fyrir góðu U19 ára liði Íslands á EM í Makedóníu í sumar. Nú þá förum við í 3. sæti karla. Verðlaun fyrir 3. sætið eru 250.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, verðlaunabikar gefin á höldi, íþróttaskór frá Sportver og gjafabréf frá Strikinu. Í 3. sæti karla er Baldvin Þór Magnússon, UFA. Baldvin Þór náði á árinu 2021 frábærum árangri í millivegalengdum. Hann setti Íslandsmet í 1500, 3000 og 5000 metra hlaupum utanhús og 3000 metrum innanhús. Þá hlaut hann bronsverðlaun á EM undir 22 í Tallinn í sumar í 5000 metrum og gull í 3000 metrum. Baldvin var valinn millivegalengdar hlaupari ársins og fékk verðlaun fyrir óvæntasta afreki 2021 hjá FRI. Nú þá er það 3. sæti kvenna. 3. sæti kvenna, Arna Sif Ásgrímsdóttir, knattspyrnukona Þór KA. Arna Sif er íþróttakona Þórs 2021. Hún hefur verið fyrirliði Þór KA undanfarin ár og dregið vagninn sem reyndasti og sterkasti leikmaður liðsins í gegnum mikið endurnýjunar tímabil. Hún er einn öflugasti varnarmaður íslenskra kvennaknattspyrnu sem meðal annars kemur fram í því að lið Þór KA fékk á sig næst fæst mörk í Pepsi-deildinni á liðnu tímabili. Hún var 9 sinnum valin í lið umferðarinnar hjá Morgunblaðinu, oftast allra leikmanna, auk þess að vera valin í lið ársins hjá öðrum miðlum. Þá spilaði hún með skosska stórliðinu Glasgow City frá janúar til maí 2021. Nú þá eru við komin í annað sætið. Verðlaun fyrir annað sætið eru 350.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, verðlaunabikar gefin á höldi, íþróttaskór frá Sportver og gjafabréf frá Greifanum. Í öðru sæti karla, Jóhann Gunnar Finnsson, fimleikafélagi Akureyrar.
Jóhann Gunnar var lykilmaður í íslenska landsliðinu sem vann til bronsverðlauna á Evrópumótinu í hópfimleikum 2021. Þetta var í fyrsta skipti sem 5 AK átti keppanda á Evrópumóti og óhætt að segja að Jóhann hafi verið einn af sterkari keppendur liðsins. Jóhann er afar ákveðinn og mikill liðsmaður, þá er hann frábær fyrirmynd annara iðkenda. Þá er það annað sæti kvenna, Rut Arnfjörð Jónsdóttir, handklæðningskona KA Þór. Rut er lykilleikmaður í meistaraliði KA Þór. Liðið var Íslands, bikar og deildarmeistari ásamt því að verða meistari meistarinnar. Rut var valinn besti leikmaður Ólafsdeildar kvenna ásamt því að hljóta Sigríðarbikarinn og vera valinn besti sóknarmaðurinn. Rut sem er íþróttakona KA árið 2021 var í 9. sæti í kjöri á íþróttamanni Íslands árið 2021. Þá er hún lykilleikmaður íslenska landsliðsins og ein besta handboltakona á Íslandi. Þá er komið að fyrsta sætinu og það er til mikils að vinna. Verðlaun fyrir fyrsta sætið eru 500.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, blómvöndu frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, farans og eignarbikar gefnir af Höldi, gjafabréf frá ferðaskrifstofu Akureyrar, íþróttaskór frá Sportver og gjafabréf frá Röfn 23. Íþróttakarl Akureyrar árið 2021 er Brynjar Ingi Bjarnason, knattspyrnumaður KA. Brynjar Ingi, knattspyrnumaður í KA, er aðeins 22 ára gamall. Hann lék 11 leiki fyrir KA í efstu deild karla þar sem hann vakti mikla athygli fyrir framgöngu sína sem miðvörður. Var hann lykilleikmaður í liði KA sem náði sínu besta árangri í fjölda mörg ár. 4. sæti í Pepsi-deild karla. Á árinu var Brynjar Ingi valinn í A-landslið karla og eftir góða frammistöðu hefur hann unnið sér inn fast byrjunarlið sæti í liðinu. Hann lék 10 A-landsliðsleiki á árinu og skoraði 2 mörk. Mitt sumar hafði hann vistaskipti og gekk til liðs við ítalska félagi Lecce og gerðist þar með atvinnumaður í knattspyrnu. Þá var Brynjar Ingi kjörinn íþróttakarl KA árið 2021. Þá er það íþróttakona Akureyrar 2021, Aldís Kara Bergsdóttir, listhlaup skautafélagi Akureyrar. Aldís Kara er skautakona Akureyrar 2021 sem og skautakona ársins hjá Skautasambandi Íslands. Í janúar 2021 sett hún Íslandsmet þar sem hún fékk 123,44 stig á RIG 21. Á árinu náði hún lágmörkum í frjáls- og stuttuprógrammi fyrir Evrópumeistaramót. Enginn íslenskur skautari hefur áður unnið sér inn keppnisrétt á Evrópumeistaramóti í listskautum. Í nóvember sló hún eigið Íslandsmet með því að hljóta 136,14 stig á Íslandsmeistaramótinu. Eru þetta hæstu stig sem gefin hafi verið í seniorflokki á Íslandi. Gefum henni gott klapp. Nú kæru gestir, Ásthildur, takk fyrir aðstoðinu og þið öll. Þá er dagskráin tæmd. Ég veit ekki, hefur formaður IBA hug á því að taka mynd af verðlaunahöfum upp á sviði? Viltu? Já, þannig að við sleppum því. Nú þá vonum við að við stöndum hér eftir 12 mánuðir algjörlega laus við COVID og getum knúsast og faðmast og gefið 5 og allan pakkan. Segi þessu lokið, takk kærlega fyrir komuna og njótið dagsins.